FM 95 blöð með ykkur á FM 957. Það styttist í dagskrárliðin spurningkeppni Gilsarans. En já, við erum það próf hérna í stúdíónu, drengirnir, að við vorum að ræða hérna rétt áður en þessi innkoma hófst. Maður vildi mikið vera með 2 spurningkeppnir í röð. Þannig Egill, þú varst með, hvað varstu með áttur í dag? Hvort myndir frekar eða ekki? Jú, hvort myndir frekar, ég fekk að gera það. Mikill heiður. Og ég var svona að smíða þetta róliheitunum á hlaupabrettinu í morgun. Og hérna, ég held þessi komið með 3 erfiðar spurningar. Krefjandi í dag. Er það eðlilegar? Já, það eru frekar eðlilegar. Ok. Ekki mikið kjafta þetta. Jæja, því að þetta er skemmtilega þegar þetta er ekki kjafta. Já. Hvort myndir frekar gefa Ríkardi jólajafl eða fá jólajafl frá Ríkard? Þú veist að það er svona sekundubrót frá því hendi þetta að vera eðlilega spurningar. Leði ekki sekundubrót. Við erum búin að vera að vinna svolítið með jólajaflin en ég var í tökum. Þetta er glænýtt orð. Já, yndislegt orð. Sko, þetta er Ríkard Óskar Guðnason, dagskrástjóri. Já, ég myndi þykja það frekar. Frá Ríkard. Frá Ríkard. Nú, er ekki verið að spyrja hann? Jú. Já, akkur þá spyrja mig frá honum. Ég meina, þú veist, og ef út í það er farið þá er alveg sama hver það væri. Ég myndi frekar þykja heldur en að gefa það, sko, ef það væri kallmaður. Myndur þú að opna augun og lokuðu það? Lokuðu? Nei, þá var eins og ég var eitthvað fílað. Ég myndi ekki bara reyna að horfa og reyna að koma mér í gegnum þetta. Nei, maður myndi ekki horfa. En núna það skiptir engum máli. Það skiptir engum máli hvað sé Rikki. Bara þó þetta verið þú eða Steindi eða bara sama hver. Ég myndi ekki vera með lokuðu augun. Ég meina, þú gætir ekki hort, sko. Nei, en þú liggur svona með lokuðu augun. Þá ertu að reyna. Málega það. Ég myndi bara loka augunum og hugsa bara einn sexy hlut og ég geti mögulega komast í þetta stanum. Bara að reyna að Já, og til að klára þetta sem fyrst. En byrju verður að klárast það? Nei, vandur þetta var ekki eitthvað skilur. Þá myndi ég bara horfa og segja bara, herri, já, flott búið. Nú hættu þessu rugli. Já, þannig þið þykir báðir frá Richard. Ég hugsa, ég myndi jafla hann. Já, akkur ekki. Nei, mér að það er bara einhvern veginn að koma í desember og það er eitthvað jólandi yfir þessu. Þetta er gýr. Já. Sko, næsta spurning sem er aðeins eðlari. Hvort myndir freka að borða 100 gramma medium rare kjötbita af raskin á Richard? Er þetta bara Rikka? Nei, sko, ég bara nota hann sem dæmi. Og ég leifi alla sósur og meðlæti hana. Þetta er bara 100 gramma kjötbiti medium rare eldaður eða borða heila róttu í hádegismat. Heila róttu? Sko, ég vil ekki taka 100 grömm af Rikka-greinu og þá var hann bara með risa sár. Já, sko, en hann jafna sig. Hann kemur aftur. Já, hann jafna sig. Hvað kemur aftur, segir þú? Ég mista þessu. Þetta er bara 100 Þú tekur 100 grömm af raskinu á hann. Það er ekki þægilegt fyrir hann, sko. Já, ég held að vera að tala að geta steik á rassinum á. Nei, bara skorið 100 gramma kjötsteik úr rassinum á Richard. Bara eins og í kvikmyndinni Alive. Já, basically það. Og það er grillað. Ég veit ekki hvernig mannakjöt er á bragði. Ég held að það er örugglega viðbjóður. Nei, þeir segja þessi besta kjöti, sko. Jálfur? Það veist það mjög tendur og gott, sko. Þetta bara er svo nöyt. Já, ég held nefnilega ef að græra aftur og Rikki minn meiðis ekkert, þá sé takið það frekar, sko. Nei, samt, þá er ég mannæta. Ég má ekki vera kanniball. Þú tekník ekki mannæta. Já, sko, ef einhver væri til í að fórna smá að raskinin af sér, bara til að gefa okkur strákurum að smakka, ef við mættum grillana á svona, þá við myndum alltaf smakka það. Ég er einmitt að hugsa núna, ég held þetta sé eitthvað hræðilegt að gera það, sko. Nei, ég tek róttuna. Það er ekki að hella svart og sífin að vera mannæta, sko. Þetta er róttur á bræði. Ég held að oft verið rotta sem heldur þessi kjúklingur, sko. Það er svoleiðis? Já. Á Íslandi eða? Veit ekki á Íslandi. Maður hefur heyrt á þessum, sko, á stöðum það sem er mikil fátækt út í heimi, þá er oft verið að selja rottur í staðin fyrir eitthvað annað, sko. Í staðin fyrir kjúklinga? Já. Ég held nefnilega að sé eitthvað hræðilegt við að vera búin að geta mannakjöt. Ég held að sé verra að vita rottuna, er hún ekki öll út í einhverjum, það hljótar að vera alls konar sýkingar og viðbjóður þar, sko. Ég tæki raskinin á Rikka. Já. Og ef það er í lagi með hann Bernes eða eitthvað. Já, bara tæki Bernes og gott rauðvín og ég meina og ég myndi bjóða Rikka ég bara smakka bara. Síðan spurningi myndi ég segja var erfiðat spurningin. Ég beið með erfiðat spurninguna. Og Richard er líki henni. Þetta er sko, ég var að fatta núna hann getur gangið eitthvað í þema þetta. Var Rikki meður á hlaupabrettinu? Nei. Sko, hvort myndur frekar vilja? Ég vilja hugsa þetta mjög vel. Hlusta á móðu þína, lýsa í smáatriðum, síðasta skipti sem að stundaði frábært samlíf eða að Ríkard veku þig alla mótna í 2 ár með því að reka við í andlituður. Í 2
2 ár? Þetta er ógeðsleg spurning. Þetta Þetta er viðbjóður, ángríns. Þetta er alveg ógeðslegt. Sér helvítið erfið. Ég meina, dítela, hvað, þú veist. Hvað er þetta lög? Þetta er ekki dítela, ég held að móður mín sé ekkert eitthvað. Hvað er hann ekki að gera? Ég held ég myndi bara, ég og mamma, við erum bestu vinir. Þetta er mjög, þetta er nákvæmlega lýsingar á þessu frábæra samtíð. Ég tæki bara söguna og myndi bara klessan. Takkar á klessan? Já, bara. Ég myndi bara Ánægður að móður mín sé að stunda kynni. Ég myndi gera bara sama. Ég myndi heyra bara þessa djús í sögu og segja bara, veistu það, þarna þekkið þið, mamma. Þarna þekkið þið. Þarna þekkið þið þetta. Vel gert. Já, ég er þetta værið þreytt á Richard þarna 2 ár. Ég er þetta setja í 6 mánuði. Þú hefur þetta að segja bara 2 vikur. Já. 2 ára mikið, það var pushing it. 2 ár? Já, árið mistök. Ég er orðin fertur þegar þetta hættir.